Þá komið að úrvinnslunni fyrir tilraun 6, inn- og útvermin efnahvörf. Og eftir þá tilraun erum við með graf þar sem að við vorum annars vegar með hvarf þar sem að var bökunarsóti og sítrónusýra þar sem að hitinn lækkaði í efnahvörfinu og síðan hins vegar var það magnesíummálmur og saltsýra og þá hækkaði hitinn. Og ég tók niðurstöðurnar sem að fylgdu einu grafi þar sem að við erum með ferilinn, þar sem að við erum að skoða, og þetta er auðvitað hér hitastig, gráðum á Celsius, og þetta er í rauninni bara hvarf tími á X-ás. Þannig að þetta á fyrra hvarfi, þar sem að við byrjuðum í byrjuðum í 9,52 gráðum, það var sem sagt mesti hiti sem var þá hér og enduðum síðan í 6,81 gráðu. Þannig að kólnaði í rauninni lausnin sem að þetta var í. Síðan fyrir magnesíumbútinn sem var rúllað svona upp í eins og lakkrísrúllu eftir að hafa búið að mæla lengdina, að hún var hverfuð við saltsýru og við það sem sagt hitnar lausnin. Og þá byrjuðum við 19,40 og endum við 25,38 gráðum á Celsius. Þannig að þetta eru þessi tvö hvörf. Og það sem við erum beðin um að gera, það er sem sagt þessu úrvinnsla, þar sem við eigum að reikna í á að reikna hitabreytingar fyrir hvora mælingu, sem þá upphafshiti, er lokahiti mínus upphafshiti. Þannig að maður á að setja inn í þessa töflu sem er ágætt að setja bara í vinnubókina og það er alltaf að hafa kannski svona svolítið rými til að sýna útreikninga inn í töflunni og það koma í rauninni þarna í úrvinnslunni er það þá liður 1 og svo 4, 5. Já, það er eiginlega svona þessir 1, 4 og 5 er hreinlega bara það að reikna þessa töflu og svo eru spurðar einhverjar spurningar líka. Þannig að spurning 1, það er einfaldlega það að finna hitastigsmuninn. En að fyrir fyrra hvarfið eða fyrsta hluta, þá myndum við vera með lokahita, þar er 6,814 gráður á Celsius, upphafshiti er 19,52 gráður á Celsius og delta T er þá bara 6,814 deilt með mínus 19,52 sem að væri þá mínus 12,71 gráður á Celsius. Fyrir hluta 2, þá byrjuðum við í 1940 sem að væri þá T1, það er 19,40 gráður á Celsius, endum í 25,38 gráðum á Celsius og svo er það þá 25,38 mínus 19,40 og það gefur 5,98 gráður á Celsius. Þannig að þetta er svarið við fyrstu spurningu miðað við þessar niðurstöður. En þið notið auðvitað ykkar gröf og ykkar niðurstöður. Og síðan er það massi lausnar. Er okkur sagt að gera ráð fyrir því að eðlismassi lausnar sé 1 gram á millilítra. Þannig að í fyrri tilrauninni erum við með 30 millilítra af sítrónusýru og seinni tilrauninni með 30 millilítra af saltsýru og við gerum það bara ráð fyrir að hvort og sig séu 30 gram. Og að því að það er verið að tala um massa lausnar, þá verður maður að leggja saman fyrir fyrri lausnina, þá verður það 30 gram sítrónusýra pluss 5 gram matarsódi, en fyrir seinni lausnina er það eitthvað léttara.
En reyndar, sko, þetta var svar við spurningu 1. Spurning 2, þá var spurt hérna hvort hvarfið er útvermið. Útvermið, hérna er verið að tala að efnahvarf sem að gefur frá sér varma, það hitar umhverfið. Þannig að það er efnahvarfið þar sem að hiti lausnarinnar hækkar, það er efnahvarfið sem er útvermið. Þannig að þetta væri hérna forthvarfið, það er sem sagt magnesium plus 2 HCl hvarfið. Það kláraðist þannig að það myndast vetnisgas, H2-gas plus MgCl2. Þetta hérna losar orku og lausn hitnar. Þannig að þetta var þá hérna svar við spurningu 2. Í þriðja lagi er spurt hvort er delta-T neikvætt hjá útvermahvarfinu eða innvermahvarfinu og útskýrðu svarið. Þannig að hérna 3 erum við að tala það að delta-T er minna heldur en 0. Það er hérna fyrir þá efnahvarfið sem að hitastig-lækkun á sér stað. Það þýðir það að lokahitin er lægri heldur en upphafshitinn og þetta hérna væri innvermið efnahvarf. Það er sem sagt innvermið efnahvarf tekur varma úr lausn og lausnin er ekkert annað heldur en umhverfi. Þannig að það myndi vera efnahvarfið þar sem að við erum með matarsóda plus sítrónusýru. Og þá erum við með þetta innverma efnahvarf. Þannig að þetta hérna væri sem sagt bara hvarf 1. Þetta er svo hérna. Þetta væri þá hvarf 1 og þetta hérna hvarf 2. Og svona til þess að hafa það hérna líka hvarfið sjálft á síðunni, svona på síðari tíma, þá segir sem að þetta hérna, þetta hvarf gefur, kannski maður gerir bara hérna fyrir neðan, CO2, sem sagt gas, plus 3H2O, plus og síðan þetta hérna salt, Na2, C6, H5 og 7. Þetta hérna hvarf, svo ég geti strokað þetta út á eftir, var það H2 gas plus magnesiumklórið. Þetta hérna er enda svona AQ hérna, hér líka, allt þetta hérna. Nú, þetta væri þá sem sagt hvarf 1 eða þetta hér sem er þá með delta-T er negativt eða neikvætt gildi. Nú, síðan kemur þá að halda áfram við töfluna, reikna þá orkuna sem efnin taka við eða gefa frá sér í hvora efnahvarfi samkvæmt jöfnu 1 og jafna 1 í þessu tilfelli er þessi hérna jafna að Q er sama sem eðlisvarmi sinnum massi sinnum delta-T. Í rauninni þá byrjum við á því að finna hver er þá varminn sem að lausnin fær. Því það er það sem að hitastigsbreytingin hérna gefur. Þannig að ég finn hérna Q-lausn fyrst og þá getum við fundið hvaða varma þá efnahvarfið í rauninni gefur frá sér eða missir. Massi lausnar, hérna var ég að tala að við vorum með 30 plus 5 eða 35 gram hérna í tilfellinu þar sem við erum með matarsóda og sítrónusýru og síðan gerum við ráð fyrir því að eðlisvarminn sé 4,2 eða 4,18, bara aðeins hérna færri marktækistafir.
joule á gramm og gráður á Celsius, þess að bara eins og fyrir hreint vatn, þó að við séum með sítrónusýru og matarsóda, og eins og ég nefndi áðan að eðlismassi sé sá sami og fyrir hreint vatn. Þannig að hérna myndum við þá vera með fyrir kúlaust, en það verður þá sama sem 4,2 og það þá joule gramm gráður á Celsius sinnum 35 gramm sinnum og síðan erum við hérna með delta T sem mínus 12,71 gráð á Celsius. Og þetta gefur, 4,2 sinnum 35 sinnum 12,71 og svo það í mínus. Þannig að þetta hérna myndi gefa okkur mínus 1868 joule. Og það þýðir í rauninni hérna að orkan sem að, þetta sem sagt það sem að lausnin gefur eða það fer frá lausninni til efnahvarsins. Þannig að lausnin lækkar til þess að efnahvarfið geti fengið þessa orku til að eiga sér stað. Og það var þá þetta innverma efnahvarf. Þannig að við getum sagt hér að ef að Q-lausn sama sem mínus 1868 joule, þá erum við líka með það að Q-hvarf þá pluss 1868 joule. Og ég ætla að breyta þessu, ég ætla bara að segja hérna þá að Q-hvarf sama sem 1868 joule hérna. Þannig við notum það síðan hérna í delta H. Fyrir massalausnar í seinna efnahvarfinu þá þurftum við að finna fyrir magnesíum og þá mældu við lengdina á þessum borða sem síðan var rúllað hérna upp. Og í þessum niðurstöðum sem ég hef þá var þetta 1,9 cm eða 19 mm sem sama sem 19 sinnum 10 veldinu mínus 3 metrar, þar sem milli stendur fyrir 10 veldinu mínus 3, og okkur var gefið það að það var þessi lengdarmassi fyrir magnesium 1,97 gramm á hvern metra. Þannig ég margfalda það með 19 sinnum 10 veldinu mínus 3 metra, þá styttast metrar út og eftir standa grömmin. Þannig að við erum með 3,74 sinnum 10 veldinu mínus 3 gramm af magnesium og 30 gramm af saltsýru og massi lausnar þar sem að 30 pluss 3,74 sinnum 10 veldinu mínus 3 bara 30 í þessu tilfelli. Þá massi lausnar, við notum þá bara hann hér. Og síðan myndum við þá finna að Q-lausnar fyrir þá hvarf 2, það væri sama sem 4,2 og ég ætla að sleppa við að skrifa einingarna núna til að fá meira pláss. 30 gramm sinnum þá hitastigsbreytingi sem var 5,98. Þetta núna í pluss, þannig að 4,2 sinnum 30 sinnum 5,98 og það gefur 753 og þetta eru þá joule. Já, þetta var örugglega, ég ætla að prófa aftur hérna, 1,97 grömm á metra sinnum 19, nei, 1,97 sinnum 19 mínus 3. Núna þetta 0,03. Þetta nú líklega þetta sé hérna í mínus öðru hér. Þannig að þó það hafi ekki áhrif á massan,
þá myndi þetta vera 3,74 sem 10 veldinu mínus öðru gramm, sem svona aðeins svona líkara því sem við vorum með. En allavega þá myndi samt sem áður þetta hérna vera bara það bil 30 gramm hér. Og hérna myndum við þá vera með að kúkfarf væri sama sem mínus 753 joule. Af því í þessu tilfelli þá hækkar hitastig lausnarinnar vegna varma sem kemur frá efnaparinu. Þannig að það í rauninni gefur frá sér eða missir varma. Nú, síðan framhald hér að 5. Reiknaðu hvarfverðið delta H fyrir hvort hvarf. Þannig að hérna verið að biðja okkur að finna delta H. Fyrst þurfum við að finna mólin og við erum að finna mól af matarsóda annars vegar og hérna mólmassi fyrir það og magnesíum hins vegar og hér mólmassi fyrir það. Og við erum með massan, þannig að ég nota að mól sama massi deilt með mólmassi. Þannig að hérna værum við með fyrir matarsóda 5 gramm deilt með 84,01 grömmum á mól. Fyrir magnesíum var það þá 3,74 sem 10 veldinu mínus öðru gramm deilt með mólmassa magnesíum 24,31 gramm á mól. Þetta myndi gera 5 deilt með 84,01 gefur 0,0595 mól og við deilum það hérna ef það kúkfarf deilt með mól að það verður þá deilt með 0,0595 mól hér. Það sama sem sinnum 1,868. Þetta væri þá 31.386 joule á mól fyrir fyrra hvarfið eða að ég myndi breyta þessu í kílójoule og þar sem við erum í rauninni bara með 2 marktæka stafi þá væri þetta sama sem 31 kílójoule á mól hérna í fyrra. Og nú kannski óhætt bara að taka burtu þetta svo það sé ekki eins og mikið kraðak hér. Í seinna hvarfinu þá værum við með hérna að við finnum þá mól núna af magnesíum. Þannig að hérna var ég með 3,74 og það í mínus öðru deilt með 24, og þetta 31. Þetta gefur 1,53 sem 10 veldinu mínus 3 mól magnesíum. Þannig við deilum með því hér í þetta gildi. Þetta mól. Það þá 1/x sinnum 753. Hérna fáum við 489.450 og þetta myndi hérna vera joule á mól. Það reikna þetta aftur til vonar að vara 753 deilt með 49.000. Nú, þetta mismunandi gildi hérna. 753 deilt með 1,43 mínus 3. 49.000.
492.157 joule og það joule á mól eða bara deilt með 1000 eða færi kommuna 3 og fæ þá mínus 492 og það eru kílójoule á mól og svona ljósi þess að við erum að nafninu til bara með 2 marktakastafi að þá væri það mínus 490 kílójoule á mól. Þannig að hérna væri við komin með eðlis eða sem sagt hvarfvermi fyrir þessi efnahvörf út frá annars vegar magnesíum og hins vegar út frá matarsóda. Þetta var svona fylli var út þessa töflu. Síðan var þá eftir í dæmi 6 lýstu fyrir lýstu 3 atriðum sem benda til þess að efnahvarf hafi átt sér stað þegar þið blandið saman annars vegar sítrónusýru og matarsóda og hins vegar magnesíum og saltsýru. Og það myndi vera í þessu tilfelli þá er það sem sagt þrennt sem er mjög áberandi. Þetta var dæmi, þetta var 6. Og það á við í báðum tilfellum. Í báðum tilfellum þá eyðist hvarfefni. Og þá á ég við að fasta efnið, duftið, matarsódaduftið og magnesíum búturinn eyðast. Í öðru lagi þá er hitastigsbreyting. Það er þá í báðum tilfellum þá breytist hitastigið við að blanda þessum efnum saman. Í þriðja lagi þá var gasmyndun í báðum tilfellum. Það myndast sem sagt koldíoxíðgas í fyrra hvarfinu og vetnisgas í því síðara. Þannig að það er gasmyndun. Allt þetta gefur til kynna að efnahvarf á sér stað. Að lokum er spurt hvort hvarfið gekk hraðar. Og hérna erum við að skoða hitastig og hvarftíma í sekúndum. Og þá sér maður það að þetta efnahvarf, það er svona brattari breyting hér á hitastigi. Þetta skríður hægar upp fyrir magnesíum með að þetta sem sagt lækkar talsvert hraðar. Þannig getum við eiginlega sagt að sé hallinn á ferlinum sem að skiptir máli. Þannig að ætla ég að taka út þennan hluta. Þetta væri þá 7. Fyrra hvarfið gengur hraðar. Útskýrisvarið, það er sem sagt ferillinn sem sagt í rauninni breytist hraðar og ástæðan er í rauninni sú að við erum með matarsódinn, hann er duft sem að í rauninni klofnar strax upp í vatni og leysist upp og hvarfast strax við sýruna. Magnesíum er hins vegar fast efni, þannig að snertiflötur þess hvarfefnis er miklu minni. Þannig að við erum sem sagt með duft versus fast efni með í rauninni lítið yfirborðsflatarmál sem hvarfast eða lítið hvarfflöt getum við sagt. Þannig að þetta væri sem sagt með þeim fyrirvara að allir útreikningar séu réttir, þá er þetta allavega aðferðin sem er notið
en vissulega með ykkar niðurstöðu. Takk fyrir.